Mývatnssveit mikil uppbygging, aðallega kringum ferðaþjónustuna sem blómstrar sem aldrei fyrr. Á síðustu árum hefur verið húsnæðisskortur á svæðinu en nú verið að byggja nýja íbúagötu í Reykjahlíð. Við hittum sveitarstjóra Skútustaðahrepps og litum á framkvæmdirnar. Nú erum við í gatnagerðarframkvæmdum hérna við nýjustu götunni sveitarfélaginu. Það ekki búið að byggja mikið íbúðarhúsnæði hérna undanfarin ár. Þannig að þetta Klapparhraun og hér verið að byggja núna í þessum áfanga 7 raðhús. Það þegar komið 1 einbýlishús sem full klárt, en nú eru Jarböðin að byggja hérna raðhús fyrir starfsfólki sitt og svo Fosshótel líka að byggja parhús, þannig þetta eru 9 íbúðir sem verið að reisa, raðhús, og svo eru 2 einbýlishúsalóðir líka og mikið spurt þær, þannig að þær fara vantarlega út. Þannig að við erum allsæl með þetta því þetta náttúrulega mikil uppbygging fyrir okkur og svolítið átak fyrir lítið sveitarfélag að fara í svona mikla framkvæmdir. Hvað þetta íbúðir fyrir marga? Þetta miðað við, þetta svona hentuga starfið fyrir svona minni fjölskyldur og þetta eru fyrirtæki sem eru mikið til að reisa í þessari nýju götu og það náttúrulega bara svo mikil uppbygging hérna á svæðinu í kringum ferðaþjónustuna. Það eru ferðaþjónustu aðilar sem eru að reisa þetta og það vantar fyrir starfsfólkið húsnæði og þannig að þetta náttúrulega bara svona jákvæð raunnísári sem þetta hefur fyrir allt samfélagið. Svo náttúrulega mikil uppbygging hérna í hótelunum eins og hérna frægt og það náttúrulega gert ráð fyrir líka að hluti af því sem þau eru byggja, það gert ráð fyrir starfsmanna íbúðum. Það sem vantar fólk á svæði eins og víðjarendar. Þannig að það voru mikil uppbygging framöndan og stærsta einstaka framkvæmdin náttúrulega það sem að Jarböðin að fara að gera. Þetta fyrirtæki sem búið að vaxa og dafna og sveitarfélagið á þarna lítinn hlut og við erum búin að fá kynningu á framtíðar áætlunum fyrirtækisins sem að gera ráð fyrir því að fyrir mikilli stækkun sem á að ráðast í núna næstu árum. Og fyrir utan Fosshótelið hérna sem verið að reisa og pluss margt annað, þannig að hér við horfum fram á það, hér verið að framkvæma fyrir einhverja milljarða á næstu árum, þannig að það gríðarleg uppbygging hérna á svæðinu. Nú töluverð árstíðasveifla hérna á íbúafjölda á svæðinu, er það ekki rétt? Jú, það fjölgar mikið yfir sumartímann þegar að sumarstarfsmennirnir koma en nú búum við það að það alltaf að lengjast í ferðamanna árinu og þeir segja mér hérna aðallega ferðaþjónustu að eins og til að mynda núna þessir vetrarmánuðir þar sem var nú frekar fámennt áður fyrir að þetta alltaf að lengjast ferðamannatímabilið og ég var nú sjálfur að ferðinni hérna í vikunni og ég rakst á ferðamenn á ótrúlegustu stöðum, þannig að þetta hefur breyst mikið og þar af leiðandi hefur þetta mjög ákvæður. Það hefur aðeins fjölga hjá okkur og þróunin svo að það að flytjast hingað heim margt ungt fjölskyldufólk og sem hefur verið að fjárfesta hérna í húsnæði að koma aftur og í sveitina sína sér tækifæri uppbyggingu í ferðaþjónustunni og fleiri, þannig að það mjög jákvætt og ég náttúrulega búinn að vera hérna ekki lengi nokkra mánuði í starfi en ég finn alveg svona kraftinn sem í samfélaginu og þessu uppbyggingu sem á sér stað. Það rosalega gaman að koma svona inn í hringiðuna og finna hvað það bara svona jákvætt viðhorf. Það sagt yfirvitninga að þeir geti nú ekki komið sér saman margar hluti en ég ekki sammála því. Hér eru allir samstigið því eftir uppbyggingu sem á sér stað hérna núna. Og nú þessi uppbygging af mjög stórum hluta tengt ferðaþjónustunni. Já. Sér ekkert fyrir endan á þeirri aukningu? Jú, þetta við náttúrulega verðum svo sem að stíga varlega til jarðar og svona einhverjar viðvörunarbjöllur sem að klingja út af genginu og annað en ég sjálfur sér ekki stóra áhyggjur af því að einhver tíma munum við ná vonandi einhverju jafnvægi og það sem uppbyggingu hérna bara í samræmi við það eftirspurn sem í gangi í ferðaþjónustunni í dag og áætlanir gera ráð fyrir það bara til að aukast en það hins vegar gaman að segja frá því að það búið að vinna ansi mikla stefnumótun hérna í sveitarfélaginu í ferðaþjónustumálum undanfarin 2 ár og nú erum við komin að lokaspretti með það og við erum að reyna að tengja þetta inn í aðskipulag hjá okkur annað. Þannig að við erum að reyna að búa til einhverja framtíðarsýn þar sem allir hagsmunir hafa komið að borðinu og stefnan að klára þetta áður en kjörtímabilið að enda.
Það nóg framundan hérna í Mývatnssveit. Já, það engin lognmólla í Mývatnssveit, hefur aldrei verið og mun ekki vera.